Nú starfa 30.000 manns í íslenskri ferðaþjónustu í fjölmörgum fyrirtækjum allt land. Hvers vegna ætti þessi hópur að kjósa Pírata í komandi alþingiskosningum? Píratar vilja leggja stað í stefnumótunarvinnu með fyrirtækjum í ferðaþjónustu og mynda sjálfbæra ferðaþjónustustefnu fyrir Ísland. Og við lítum á þetta sem langtíma markmið þar sem að við finnum leið fyrir ferðaþjónustuna til þess að vaxa og dafna í sátt við samfélagið og náttúruna og þar skiptir ferðaþjónustuna gríðarlega miklu máli. Píratar hafa líka aðrar áherslur sem að skipta ferðaþjónustuna miklu máli eins og til dæmis umhverfisvænar og góðar almenningssamgöngur, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka land allt til dæmis með landsbyggðarstrætó sem virkar sem myndi hjálpa ferðaþjónustunni að dreifa ferðamönnum betur landið. Við erum líka með mjög öfluga lista- og menningarstefnu sem að felur í sér aukinn stuðning við til dæmis tónleikastaði og annað lista- og menningarstarf, ekki bara í Reykjavík, heldur líka á landsbyggðinni, sem að ég held að eigi eftir að hjálpa til við að laða að okkur svona fjölbreyttari flóru ferðamanna. Og að lokum að þá viljum við fara í það að skoða svona sérstaklega að aðstoða minni fyrirtæki sem eru að hefja sinn rekstur við að eiga auðveldara með að starfa. Þú nefndir sjálfbær ferðaþjónusta. Í hverju felst það? Sjálfbær ferðaþjónusta til dæmis felst í því að hafa lágmarksáhrif á umhverfið og á innviði samfélagsins og að það myndist jafnvægi á milli þess sem að ferðaþjónustan gefur okkur og því sem hún tekur. Og sömuleiðis að það sé langtíma plan hvað innviðirnir okkar þola, hvað við þurfum að byggja upp og hvert við erum að stefna í þessum efnum. Í aðdraganda kosninga þá hafðir þú á orði að það væri ekki útlendingavandamál í Íslandi heldur túristavandamál. Hvað áttu við með því? Það sem ég var að benda á var að við erum sífellt að taka umræðuna hvað getum við tekið á móti mörgum og við höfum átt talað það í samhengi við flóttamenn og benda á að þeir séu að leggja rosalega mikið álag á innviðin okkar. Og það sem ég var að benda á með þessum orðum mínum að við ættum frekar að vera beina samtalinu að því hvað við getum tekið á móti mörgum ferðamönnum. Ég hef heyrt það sem að ferðaþjónustan hefur verið að segja varðandi sína stefnumótun að taka frekar á móti verðmætari ferðamönnum heldur en að stefna í átt að massatúrisma sem að svona mögulega trendið núna. Og mér finnst þetta allrar athygli vert og ég vil skoða það hvernig við getum náði verðmætari ferðamenn, minnka álagið á náttúruna okkar, minnka álagið á innviðin okkar en samt haldið áfram að vera með gjöfula atvinnugrein fyrir Ísland. Ferðaþjónustan skapar gríðarlegar gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið, þriðjung allra gjaldeyristekna kemur frá ferðaþjónustu á annað 100 milljarða króna koma í ríkiskassan á hverju ári í formi skatta. Hvað ætla Píratar að gera ef þeir komast í ríkisstjórnarborðið varðandi skatta og ferðaþjónustuna? Ætli að hækka skatta á ferðaþjónustuna eða lækka þá? Ég myndi ekki vilja gefa einhverja afgerandi afstöðu uppi akkurat núna vegna þess að Píratar leggja mjög mikið upp úr samráði. Og við höfum talað fyrir þessu að mynda þessa stefnu með fyrirtækjum í ferðaþjónustu. En við viljum auðvitað skoða hluti eins og til dæmis gistináttagjöldin. Okkur finnst ekki sanngjarnt að það leggist eitt gistináttagjald á eiginlega öll gistipláss, burtséð frá því hvað þau eru í raun verðmæt. Við sjáum alveg fyrir okkur að geta til dæmis þrepaskipt þeim gjöldum. Okkur finnst líka að megi alveg horfa til skemmtiferðaskipana sem okkur finnst ekki alveg vera að skila til samfélagsins í samræmi við álagi til dæmis í formi rusls og annara svona mengunar sem að þessi starfsemi felur í sér. Og sömuleiðis höfum við verið að horfa svolítið til bílaleignana sem okkur finnst vera að fá svona fullmikla skattaafslætti miðað við áhrifin sem að bílaleigurnar hafa á innviðina á landinu og umhverfismálin. Hvað áttu við með skattaafslætti þar? Ég meina við höfum verið að setja inn í bandorminn reglulega afslætti og ívilnanir til bílaleigna til þess að kaupa sér bíla og annað því líkt og ég tel ástæðu til þess að endurskoða það kerfi og mynda frekar heildstæða stefnu þar sem við lítum til þess hvað er hagstæðast fyrir þjóðarbúið, hvað er líka best fyrir umhverfið og hvernig viljum við haga þessum málum til framtíðar. Ef við tölum rekstrarumhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu, hvernig sjá Píratar fyrir sér að einfalda og efla rekstrarumhverfi greinarinnar? Ég persónulega er mjög hrifin af því að skoða einhvers konar frítekjumark eða skattleysi gagnvart litlum fyrirtækjum sem eru að stíga sín fyrstu skref, sem eru að koma sér á fót eða eru einhvers konar sprotafyrirtæki og þau eru auðvitað líka að finna í ferðaþjónustunni. Þannig að við myndum vilja horfa til þess að styrka og efla þá sprota og líka að svona næra sjálfbæra ferðaþjónustu
sérstaklega ferðaþjónustu út á landi sem kannski svona smærri plássum. Þetta finnst okkur allt mjög spennandi kosti til þess að auka svona umhverfisvæna og sjálfbæra ferðaþjónustu land allt. Síðan finnst mér alveg vert að skoða þessar kvaðir sem eru settar á hina ýmsu rekstraraðila þegar kemur að svona nákvæmum fyrirmælum hvar salernin eiga að vera, hvar þessi aðstæði eiga að vera. Það eru oft mjög svona þungar kvaðir settar á rekstraraðila sem að þurfa ekki endilega að vera svona flóknar og ég held að við ættum að geta einfalda hlutina þar án þess að fórna neytendavernd og heilbrigðis sjónarmiðum. Þannig þið sjáu tækifæri því að létta minni rekstraraðilum í ferðaþjónustu lífið? Heldur betur. Samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaður fyrir ferðamenn skiptir gríðarlega miklu máli. Já. Hvernig sjá Píratar fyrir sér að efla og jafnvel viðhalda samkeppnishæfni Íslands? Sko aftur svo ég snúi mér að því sem að samtök fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa talað fyrir sem að sækja í frekar verðmætari ferðamenn heldur en endilega massatúrisma eða miklu fleiri ferðamenn, að þá held ég að það sé bara mjög góð stefna og við myndum vilja leggja okkar að mörkum til þess að gera það að veruleika. Ég held að það sé gott að gera það í samstarfi við Íslandsstofu, ég ætla nú ekki að gerast einhver markaðsaðili hérna fyrir ferðaþjónustuna, ég held að ég sé ekki best til þess fallin. En ég held að með því að efla menningarstarf all land, með því að styrkja söfnin okkar út all land og tónleikastaði og aðstæður til listsköpunar og svo framvegis, þá getum við líka sótt í verðmætari ferðamenn sem koma hingað til þess að neyta menningar og neyta tónlistar. Ég var til dæmis á Airwaves bara fyrir, ekkert löngu síðan og mér fannst svona fámennara heldur en oft áður og ég velti fyrir mér hvort það hafa að gera með að það hefur svona dregist saman þegar kemur að tónleikastöðum og öðrum stöðum til þess að njóta lista og menningar á Íslandi og við viljum efla og rækta menningarstarf og listastarf á Íslandi og ég held að það geti hjálpað í þessum efnum. Þannig að það verður ekki bara íslensk náttúra sem verður aðdráttarafl fyrir ferðamenn heldur líka íslensk menning og saga. Já, enda íslensk menning og saga líka hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl og auðvitað náttúran líka en gagnvart náttúrunni þá þurfum við auðvitað líka einmitt að fjárfesta í innviðum til þess að vernda hana fyrir átráningu og þess vegna finnst mér líka mikil þörf á að mynda þessa sjálfbæru ferðaþjónustustefnu vegna þess að þetta eru þetta fjöreggið okkar, þetta er auðlindin sem að ferðaþjónustan byggir á og við verðum að vernda hana til allra framtíðar til þess að þessi atvinnuvegur geti þá líka haldið áfram að vera arðbær fyrir íslenskt samfélag en líka með það stóru markmiði að vernda náttúrun okkar fyrir komandi kynslóðir. Hún er það dýrmæt og verðmæt að við verðum að passa upp á hana og við getum ekki hent henni fyrir skammtíma gróða. Fyrirvarar skipta miklu máli þegar kemur að ferðaþjónustu vegna þess að þeir ferðamenn sem eru núna á Íslandi keyptu kannski ferðina fyrir árið eða 1,5 ári síðan en lenskan hefur verið hér í þessu húsi í Alþingi að setja kvaðir eða setja reglugerðarbreytingar eða breyta sköttum með skömmum fyrirvara. Hvað telja Píratar að vera hæfilega mikinn fyrirvara þegar kemur að þessum breytingum? Já, Píratar hafa gagnrýnt þessi vinnubrögð meirihlutans á Alþingi reglulega og mjög harðlega vegna þess að við leggjum mikið upp úr samræði og vandlegri, þinglegri meðferð. Ég meina, gott dæmi þetta er hvernig við gagnrýndum meðferðina á búvörulögunum hérna fyrir mjög stuttu síðan. Þannig að fyrir okkur skiptir fyrirvarin líka miklu máli. Við höfum verið dugleg við að benda á að það sé ekki nægilega mikil fyrirsjáanleiki gagnvart fyrirtækjum í rekstri á Íslandi. Þetta sem dæmi varðandi endurgreiðslu fyrir rannsóknir og þróun hjá nýsköpunarfyrirtækjum og sömuleiðis gagnvart endurgreiðslu fyrir kvikmyndasjóði. Og það er ekkert öðruvísi fara með ferðaþjónustuna hjá okkur. Það er bara mjög mikilvægt að eiga í virku og ríku samræði, að leyfa öllum að koma að borðinu og hafa tækifæri til þess að undirbúa sig. Og þannig verður til fyrirsjáanleiki? Já, ég meina algjörlega. Ef við förum í samráðsferli og látum fólk vita hvað það er sem við ætlum að gera, bjóðum fólki að borðinu, bjóðum þeim að segja okkur hvað þeim finnst, eigum í virku samtali vegna þess að hinga til að þá hefur samráð oft á köflum svona, verið meira skraut heldur en raunverulegt samráð og samtal, að þá auðvitað myndast fyrirsjáanleiki þegar við erum búin að upplýsa fólk hvað stendur til og gefa þeim tíma til þess að bregðast við og fara í gegnum eðlilegt þinglegt ferli. Ein hraðaspurning, er komið nóg af baðlúnum? Svona, þú veist, ég veit það ekki, ætli ég stjórna því nokkuð, en mér finnst allavega gott úrval af baðlúnum. Segjum svo að þú hittir kjósanda sem að mögulega starfar í ferðaþjónustu, rekur lítið ferðaþjónustu fyrirtæki, þú ert síðasta manneskjan sem að hann hittir áður en hann fer að kjósa. Já. Hvað viltu segja við þennan aðila? Hvernig ferðaþjónustu fyrirtæki? Bara að maður dráða. Ok, segjum að þetta sé einstaklingur sem að rekur gistiheimili.
Ég myndi segja við þann aðila að ég vilji létta af þér þeirri kvöð að þurfa að rukka gistináttagjaldið sjálfur og segja að það komi frá sveitarfélaginu sjálf. Og að gistináttagjaldið verði eftir í heimabyggðinni til þess að gera sveitarfélaginu auðveldara fyrir að byggja upp innviði í kringum ferðaþjónustu fyrirtækið þitt. Og þannig geturðu fengið betra umhverfi fyrir fyrirtækið þitt í sátt við nærsamfélagi. Bestu þakkir, gangið þér vel. Takk.